Hvers vegna ætlar þú að segja nei við nýju Icesave-lögunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu? Í fyrsta lagi það vegna þess að ég tel að það sé ekki, við berum ekki lagaskyldu á því að greiða þessa skuld og í öðru lagi þá tel ég að ég vil ekki borga annarra mannar skuldir. Bretar og Hollendingar greiddu þetta algjörlega án þess að það væri lagaskylda til þess, þetta var pólitísk ákvörðun. Mér finnst umræðan hafa verið mjög misvísandi. Ég treysti ekki fjölmiðlunum lengur, þess vegna gaf ég færi á því að koma hérna í dag til þess að leyfa öðrum sjónarmiðum að koma á framfæri. Það er búið að hræða okkur með dómstólaleiðina og ég vil miklu frekar vera dæmd til þess að greiða eitthvað heldur en að skrifa undir samning þar sem ég samþykki að fara í þrældóm fyrir skuldir annarra. Já, síðan er ég náttúrulega mjög ósátt með þennan samning sem slíkan, þó svo að vextirnir hafi lækkað, þá hefur höfuðstóllinn ekki lækkað. Það er alltaf verið að tala um höfuðstóllinn í íslenskri mynt, fyrir raunverulega við erum að fara að borga í erlendri mynt, þess að það skiptir máli að það sé alltaf verið að tala um 3,91 billjarð evra, en að því að náttúrulega gengi breytist eftir umræðinni. Ég er ósátt við það að mér finnst öll ábyrgðin vera á okkur og mér finnst þessi fyrirvarar ekki vera nógu sterkir. Það er að segja þetta framlengja samningina í alltaf 30 ár, það er að segja umfram þessi 5 ár sem hann stendur og mér finnst þessi ábyrgðin á milli þjóðana ekki vera skipt því annars, ef að það hefði verið, þá hefðu Bretar og Hollendingar svo auðveldlega geta bara tekið kröfurnar til sín eða tekið ábyrgðina á því að ef að þetta verður ekki samt þessi forgangskrafa í bú Landsbankans að þá berum við ekki hallan af því. Og umræðan hefur verið svo, núna er í gangi mál þar sem að varðandi heildsölulánin, þar sem að spurningin allir segja já, ef að heildsölulánin verða dæmd sem sagt ekki forgangskröfur þá kemur meira upp í Icesave. En það er alveg ljóst að þeir kröfuhafar sem hafa verið að óska, sem hafa verið að fara í mál, þeir munu líka fara í mál út af Icesave. Þannig að mér finnst áhættan varðandi innheimtur úr þrotabúi Landsbankans og þessu dómsmáli vera algjörlega til þess fallin að ég taki áhættuna því að segja nei við samningnum.